Hvað sjáið þið helst? Hvaða atriði eru þið ánægðasti með núna á nýju ári? Svona miðað við það sem svona þið getið talið upp eitthvað sem þið takið sérstaklega að leikmenn sér að bæta sig í. Já, það sko til að hafa á tæru til að byrja með að þá svona alvöru testið á þetta hvort eitthvað hafi gerst á morgun á móti Haukum og síðan í BVF. Auðvitað fínn seinni hálfleikur á móti Akureyri, frábæri 2 hálfleikar á móti HK og allt það. Verður ekki aðeins tekið. Þar eru ákveðin sæn, skilurðu, sem hægt að telja upp. En ég myndi vilja svona bíða með það, en fyrir þá áhangendur og svona þá voru þau sæn og voru fyrst og fremst hraðari svona skiptingur á menn og meira dýnamík í boltanum og meira bara öryggi öllum, betri hraðari bolti, betri hraðarflug og hröð miðja og svona aggressífari vörn og svona aðeins betri sóknarleikur. Þannig að það svona atriði, en það ekkert að marka eitt eða neitt af þessu ef við fyrir við erum búin að minnst fara í gegnum þessa næstu 2 leiki, sérstaklega á morgun. Ef ég tek fókusinn aðeins af morgundeginum bara í 10 sekúndur, ég verð bara að spyrja ykkur, þið nú báðið gaman endur í þessu, hafið þið einhvern veginn séð bara aðeins tölur og svona eins mikla yfirbyrðu í handboltaleik eins og á föstudaginn? Þetta voru ótrúlegar tölur, 30 marka munur. Hafið þið séð annað eins? Raggi? Það er náttúrulega ótrúlega tölur. Nei, ég hef ekki upplegað á það. Maður hefur náttúrulega séð eitthvað svona Ástralíu og eitthvað svona, með fullri virðingu fyrir þeim, einhver svona landslið sem eru kannski ekki eins hátt skrifuð, en ég hef ekki séð þetta í efstu deildinni, en þessi leikur, ég vil alveg, þetta var fínt og allt það, en þessi leikur er náttúrulega bara búinn, það var gott í honum og hann er ekkert að hjálpa okkur. Þú fyrirgefa okkur? Nei, en hann er ekkert að fara að hjálpa okkur neitt á morgun og í framhaldinu, þannig að það voru svona eins og þið segir. Fyrir mér, við virðumst verið ágætt shape og svona komast aðeins meira hraði í þetta, en það er ekkert farið að reyna almennilega á hvort að við séum búin að ná einhverju bætingu. Það er kannski mitt punkt sem menn voru að tala bæði eftir leik og þú Óli sérstaklega, sá ég á sport.is að þessi leikur hefur á föstudaginn, hann hefur ekkert vægi á morgun, þetta gefur okkur ekkert, þetta er bikarleikur á morgun, allt annar andstæðingur, toppliði í deildinni. Hvað, á hverju eigum við vona á móti Haukum? Hvernig eru menn að undirbúa sig fyrir þennan leik? Er þetta stærsti leikur tímabils að syngja til eða eitthvað? Jú, ég sé það. Svona þannig að sé þetta. Jú, bara við vonum á frábæru liði, Hauka, góðu liði Hauka, sem eru svona hafa mjatlaði þetta alltaf og láta ekki degja síga þó þeir séu undir og eru svona nokkuð confidence, náttúrulega komnir með smá sögu síðustu ár og eru besta lið. Þannig að það er svona, já, frá mínum. Og svo eru fullt af punktum sem við erum alltaf búin að æfa og eitthvað svona, erum við að tala. Hvað þurfum við sem lið að breyta einhverju fyrir svona bara milli andstæðinga, HK, neðsta liðið, Haukar, þarf að breyta miklu í undirbúningi eða skipulagi eða svona áherslum á milli svona gjörólíkra leikja? Já, náttúrulega einhverja áherslur sem við ætlum að breyta, en við erum alltaf svolítið bara einhvern okkur á einhverju ákveðnu konsepti sem við erum að reyna að gegn og svona 70-80% af því við erum alltaf bara að reyna að keyra í gegn sko. Svona einhverja smá áherslur með móti hvernig við erum að spila, en þetta snýst held ég fyrst og fremst okkur, hvernig við erum að klára okkur hluti sem við erum að leggja. Hvað viljið þið fá frá áhorfendum og stuðningsmönnum Vals annað kvöld? Fyrir utan troðfulla Vodafone sem við gerum bara lágmarkskröfu. Já, bara svona stemmara og þolinmæði. Eins og leikmennirnir verða að passa svona að vera ekki yfirtjúnaðir. Lendi í einhver svona Danmörk-Frakkland dæmi. Við viljum forðast það, en við erum verða stendir og það er freka bara að halda haus og hvað sem gerist. Þá vitum við það að ef við hrökkum í gang, þá geta hlutinni gerst mjög hratt. Þannig að bara alltaf láta degan síga og hafa trú á þessu sko. En við erum allir vantanlega saman það og það sést nú bara augljóslega að þetta er á réttri leið, svona í skrefum, en það eru jákvæð skref. Við erum búin að brenna okkur á því nokkur sinnum að akkurat þetta sko. Já. Meira segja, jafnvel bara þegar við erum að tala svona síðasti leikur sem við spilum móti Haukum. Það var mér svona, fannst okkur kannski að við værum einhver skref í rétt átt, en svo náðu ekki að halda það út, þannig að þetta er svolítið gott test á mann. En Óli, bara svona aðeins létt í lokin, er eitthvað samhengi á milli þess að það er komin 2 sigrar núna, svona góðir og að Raggi er komin á skýrslu, komin með BSN, komin meiri pressa, finnst þér á útispilarna, þeir sjá að þessi kannski nýr leikmaður á hliðarlínunni. Raggi, hvað er langt í þig? Það er alveg mjög langt í mig, það er nú bara línan samt. Ég vil svara þessu bara neitandi sko, ég held að þetta sé ekkert saman sem ekki að ná.
Strákar mínir, gangi ykkur vel á morgun og við sjáumst á vellinum. Takk fyrir þetta. Já, Pildar, heyrðu, ég fekk skilaboð um það að tala ekki um neina atburði sem átti sér stað á föstudaginn til að halda ykkur á tánum. En Ægir, hvernig tókst þér samt ekki að skora? Þú voru 48 mörk. Þú skoraði 0. Ég er bara ekki nógu stór, sko. Sennilega ekki. Ég tek kannski smá með hana fyrir að hafa ekki gefið það í lokin. Það heyrðist óspart úr stúkunni, Ægir, og eftir að skora, þú heyrði örugglega síðustu 10 minnar. Þú gerðir ekkert í því. Ég er líka bara, er ekki alltaf vörð, bara. Hann tók reynda stóðsendingar á sig, hann Ægir, sko. Sástu? Hann var með svona 10 stóðsendingar í ræðublöð bara. Hann má eiga það, sko, í staðinn. Strákar, núna við erum hættir að tala um þetta að þetta var eins og það var, frábær sigur, skiptir engu máli á morgun, bara nákvæmlega engu, ef þið vissuð það ekki. Lexi, hvað þurfum við að gera til að vinna Haukana? Bara spila sér leikum að gera. Og hvað ætlaði að leggja? Svona bara án þess að gefa Haukunum ekki, hvað svona, er þetta ekki bara sama blanda frá síðustu 2 leikjum? Jú, bara spila okkar bolta, okkar vörð og gera það við. Akkur eru þið svona góðir allt í einu núna þessum síðustu 2 og þú veist, hvað hefur breyst, hvað finnst ykkur? Það er svona kannski síðasta 1,5 leikin. Já, síðasta 1,5. Það er ömulegir þarna Já. fyrir hálfleikir á móti á Akureyri, en ég veit ekki, við erum kannski bara aðeins að fatta hvað við erum að gera svona eins og í vörðinu á henni og Aðeins fyrir að byrja að svona tengjast, sko, þannig að tikkinni hausnum okkur. Og maður sér það strax, það er voða kósí ykkur að halda utan einhvern annan og svona, þetta latir, sko. er ekki? Mikið nást, sko. Þeir eru svona litlu strákandi mínir. Hvað segir þið með Haukana? Þetta er, já, er þetta ekki stærsti leikurinn hingað til á tímabilinu eitthvað? Jú, örugglega svona hingað til, sko. Það er mest undir allavega í þessum leikjunum sem við höfum spilað. Og þetta verður náttúrulega bara hörkuleikur og mjög gaman, sko. Og það verður náttúrulega frábært ef við vinnum þann leik, þá erum við komnir í höllina. Alveg próf bara. Alveg próf. Já. Bara sést hvort við séum orðnir svona góðir eða ekki, sko. Já, bara okkur tækifæri á okkur. Lexi, hvernig er að heyra úr stúkunni? Þú ert miklu betur en pabbinn, nú vel. Hefur þetta áhrif á þig? Er það svona, ertu að hugsa að þú skora næsta mark? Nei, Láttu ekki svona, líkinda. ég var nú gaman að þessu, en þetta hefur ekki náttúrulega á mig. Svenni, þú kannski er ekki alveg það sama, pabbinn kannski var nú ekki þekktur. Nei, þú veist, ég var alveg betri en pabbi, bara er ég á svona 5 ára eitthvað svoleiðis. Þannig að ég er nú ekki, þú veist, það er ekkert allavega engin frétt eitthvað að vera að heyra það, sko. Nei. En Lexi er nú kannski uppalinn við það að vera alltaf pabbi sín að segja höndisögur og sjálfum sér, sko. Og þá er þetta örugglega mjög fínt til hann að heyra, sko. Ég get trúið því og Júlíus er örugglega ekkert rosalega sáttur að heyra þetta. Ok. Ægir, geturðu lofað okkur því á morgun, ekki að skora, ég ætla ekki að biðja um að skora mark, ekki misskilja mig, en geturðu lofað stuðningsmönnum því að aðeins að berja á Sigurbergi og svona aðeins að svona taka á þessum áhuga? Já, ég er ekki. Er það ekki málið? Er það ekki? Big Daddy. Sýna smá neista. Ég veit að þið gerir ykkar inn á vellinum, en hvað, sko, eins og ég spurði Óla að Ragga, hvað viljið þið sjá frá stuðningsmönnum Vals á morgun? Hvað viljið þið fá? Hvað viljið? Bara sama við síðasta leik og bara jafnvel að fleiri með því. Þá erum við bara rosalega góðir. Ef þeir halda þessum dampi og bætist eitthvað í hópinn, þá er þetta bara glæsilegt. Eigið skilið fulla höll á morgun? Það er spurning, kannski eigum við skilið fulla höll ef við vinnum hennar leik. Þá hefur við kannski skilið fulla höll. Þetta er bara mæta á staðinn. En Þetta er hörku leikur. bara hvetjum alla til að mæta samt. Það verður skemmtilegur leikur, ég get lofað því. Og Lexi, loka orð til stuðningsmönnum sem ætla að mæta á morgun? Eða þið við mig, einhver loka orð, einhver kveðju, eitthvað svona sérstakt? Já, ég býð að hilsa Geir. Hann er selinn í klefa að gera eitthvað núna, eitthvað óskundum, eins og oft áður. Og við byggjum að helsa líka mulningsvilji. Þeir eru gríðarlega flottir. Ok. Takk minni, gangi ykkur vel á morgun og við sjáumst. Takk fyrir það.